sem ekkert að tala um taka og við erum alltaf að taka þetta vítt og djúpt og skrifa undir ákveðna tillögur sem það vill láta kjósa á Íslandi. Allir þurfa að vera 30 ár. Þetta er búið að vera svona, þetta á að vera svona. Það er komið flott sko. Hvað er henni hverfið svo? Það er semja við borgarfulltrúanum að lærast inn með smá. Svo er þetta búið til. Við komum fram á að fá nokkuð bílastæði fólk. Nei, þetta er grófið hverfið að það. Á sama tíma verður við byggja hér með viðbótar. Órli voru reyndar að ræða svolítið á hinu borðinu og við vorum eiginlega sammála um það að við ættum að vera meira svona þjónustusamfélag og minna stjórnunarsamfélag. Við eigum ekki öll stjórna hvort öðru heldur þjónusta hvort annað. Að það er ekkert eðlilegt að hér séu sko, 100% fleiri eins og greiðslum við ábyrgðum með sér. Ekki ábyrgðarmaðurinn, nei. Ábyrgðarmaðurinn sem drýðing. Já. Það er þetta rosalegt réttlætismála. Já. En þetta er náttúrulega hlutin bara fjármálasysteminu sem hefur verið með ábyrgðarmannakennd og óábyrgar lánveitingar og það er svona... Ekki gagnvart skuldarum. Þannig ef þú getur komið ábyrgðarmann svona á hús. Skýrslum og skjölum frá ólíkustu samtökum og stofnunum sem allt er í þýttum glaslapi, litum, myndum, miljónir til þess að þetta geta komið skipt á. Hvað segir þú með þetta? Ég sko, síðustu ég var búin að segja það að það er málið það sko bara starfsmenntun yfir höfuð hvað sem við liggur í það á nýsköpun hvernig sem hún er reyna að byggja þá sem sagt byggja þetta nýtt atvinnulíf. Það er allstaðar af því að samgöngur eru mjög góðar. Það er allstaðar að koma upp í tónlistarnám og við þurfum að tryggja almenn góð skilyrði allstaðar og bæta sjálfsmyndina. Sko, það var einnig skýrt á... Það er svona marga felgur í heiminum, eða marga hefti bíla. Má segja einnig skýrt á sem var skýrt sem ég náða. Kannski sjá hann á hann líka. Alveg. Það hefur ekki verið neitt í svona aðstæðum. Það er bara að byggja fjármagn í álver og það er bara ekki starfsmenn í svoleiðis. Það er trúarbröð undanfarna. Það er bara að redda. Það er bara ekki verið neitt skilningur á það bara ferðarþjónusta. Það er ekki atvinnugrein. Þetta hefur verið sko gangurinn í samfélaginu. Nákvæmlega sko. Það margar sem við getum hjálpað þarna til við vegalagningu á Vesturlandi. Best að velja svona smæna bita. Og það gerir við sko ekki lókuð af inn á Ísland. Þú býrð ekki neitt til fyrir Ísland sem skiptir máli. Þessu frjálsa margarnir. Já. Svo þróttar sem að ríkið og almenningur þarlegandi er ábyrgt fyrir skuldbindingum bankana allavega eins og hefur komið byrst með innlánsreikninga. Það er eitthvað samtalið að reyna og reynda aðgættara fyrir því að ekki hún dreifir svo þáttu og þá veistu ekkert hvernig það er að segja. Það var mjög skýsilegt. En það sem þjóðartan
Þannig að það er með þessi réttindakafli allir saman, hann getur orðið svo gríðarlegur að atvinnulífið getur ekki hreyft sig. Sveigjanleikinn. Finna eitthvað hjálpa, við erum kannski komin inn í annan hóp sko. En ég ætla að fara, já, ég ætla eftir að koma. Ég held að Þarna erum við með fyrirtæki sem að þetta taka upp. Já, talaði í myndræðina. En hérna, já, við tökum fyrirtæki sem er veðkall á, sem á kvóta. Og ef að bankarnir ætla að fara að halda líf í svona fyrirtæki með peningainsprýtingu, þá mun, nei, ég veit það, en það mun náttúrulega ekki fyrsta sem við gerum þetta breyta þessu hlutafé með sölu. Heldur eigninni. Það er skref 2. Það er skref 2. Þess að vinda ofan af vittlausu sem við höfum verið með í mörg ár. Þannig að við getum byrjað upp á nýtt. Takka. Þetta vonandi þar sem við getum í raun og veru sem kemur ekkert aftur. Þetta menn sé bara svo full. Það verður ekki komið svo langt sko, þetta er bara númer 2 eða 3 í röðinni sko. En kannski tveggifæri smáður að fara að binda niðurstöður á þess að taka upp kerfið. Já. Þá er það kannski farið frá. Nei sko, mér liggur að halda sko að svona kallar eins og pappið minn sko sem er að móta þessi kerfi sko í áratugi og hann segir kannski eins og svo. Það var bara ágætt þessi fjármálakreppa og sko, þannig að nú erum við búin að fá kvótan aftur til okkar sko. Þó séum kannski fullmikið sagt sko, kannski fullmikið kostnaður. Það er mjög við getum flutt og höfum þetta orka Ólafsfjalli sem er nú alveg samt að mörgum leyti því þekki að saman Það er nú bara mín sko. Þessi pólitík hjá þeim að geta fengið svona hópa eða þjóðir með sér og vera svona mjög virkir í þessu, akkurat þessu svona fyrirbúið. Til þess að byggja ég var svo hrifinn af þessu þegar maður hefur séð, ég er sjálfur upplifað að vera bjargarafinn hérna frá Háðin. Mér finnst þetta alveg ótrúlega góð skipting. Já, þetta er tekið sjálfsagt. Já, og kannski má segja það að aðrar ógnir, eins og segið, þetta alltaf svo möguleika sem þetta er útilokað að koma einhverju hryðjuverkahópar hér að því við teljum auðveldara að komast hér inn og ef við biðja einhverja þjóð sem hefur lent í þessu og koma að hjálpa okkur. Myndi eitthvað segja nei? Ég held ekki. Við sáum nú Við sáum hvað Danir voru fljóttar að koma með að reynsa bílana. Það ætlum bara að senda og skipta þér upp, bara 5 bíla, bara fyrir og hund. Bara sveitina á rúðbúk og taka íspjarnabókinn tilbaka í leiðinni.